Samgönguþing Markaðsstofu Norðurlands var haldið í Hofi á Akureyri í vikunni. Þetta stórt mál, samgöngur og snerta marga og þess vegna kannski var þéttsetinn bekkurinn í Hofi. Ég talaði við Höskuld Þór Þórhallsson, þingmann sem formaður samgöngunefndar Alþingis og Sigrúnu Björk Jakobsdóttur sem hótelstjóri Icelandair hótels á Akureyri. Sigrún Björk, það talað stundum það að samgöngukerfið, það sé svona æðakerfi ferðaþjónustunnar. Já, svo sannarlega má kalla það. Það skiptir okkur höfuðmáli að hafa góðar samgöngur út af landsbyggðina. Verkefni íslenska ferðaþjónustu og Íslands að dreifa ferðamönnum núna betur. Og mér finnst það vera erindi þessa þings að hugsa og ræða saman hvað við þurfum að gera. Og eins og við höfum séð á þessum erindum í dag eða heyrt, að það mikið verk að vinna að laga innviðina og gera okkur í stakk búin að taka móti þessum 2 milljónum sem hér var varpað fram að myndi koma á næsta ári. Þannig verkefnið mikið. Hvað segja þínir hótelkúnnar samgöngurnar hérna út á landi? Já, þeir alveg þokkalega ánægðir. Svo lengi sem flugið á áætlun og veður hamlar ekki færðinni för, þá allt í lagi með það. Núna erum við að fá mikið af farþegum með innanlandsfluginu, þannig að það skiptir okkur miklu máli, tengingar við Reykjavík. Yfir sumarið eru mikið að koma rútufarþegar og farþegar sem á hringferð um landið og allar styttingar og allar vegbætur og allar hringtengingar skipta mína gesti og okkar gesti miklu máli. Höskuldur Þór, þú ert formaður samgöngunefndar líka, auk þess að vera þá þingmaður Norðausturkjördæmis. Þið eru nýbúin að vera svona í kjördæmaviku. Finnurðu fyrir áhyggjum fólks af samgöngumálum? Já, maður finnur það víða og ég held að þetta hafi nú verið svona með fyrstu hlutum sem að fólk nefndi á þessum fundum, að það væri að styrkja samgöngukerfið og fólk horfi mjög til ferðamennsku. Ég held að það sé aðalverkefni okkar inn á Alþingi að reyna að ná þessari dreifingu ferðamanna. Við erum að tala aukningu 30% á milli ára, en við horfum upp á það að 97% allra ferðamanna kemur í gegnum Keflavíkurflugvöll. Og ég held að þingið í dag hafi svolítið sýnt okkur að við þurfum að tengja millilandaflugið og innanlandsflugið betur með almenningssamgöngum, auk þess sem að okkar áformum að styrkja millilandaflugið held ég hafi gríðarlega góð áhrif hér inn á þetta svæði. En það eru mörg verkefni framundan hvernig við förum að því að styrkja samgöngukerfi vegna þess að það alveg rétt, eins og kom hér fram áðan, að samgöngukerfið lífæðin okkar lands og ef við náum að styrkja við því þá náum við líka að dreifa ferðamönnum betur landið. Hvernig hefur það verið í vetur til dæmis fyrir ferðamenn sem eru þeir kannski þá á eigin vegum að komast að náttúruperlum til dæmis? Það alltaf vandkvæði og það hefur verið gert aðeins kannski betur heldur en í fyrra. Veðrið hefur líka aðeins verið okkur hliðhollara heldur en í fyrra. En þetta svona eiginlega verkefni að tryggja aðgengi okkar náttúruperlum og bæði og gæta öryggis þar og fleira sem hangir á spýtunni. Það kom fram á ráðstefnunni hérna að hlutfall þeirra ferðamanna sem að fara út á land, það 13% yfir vetrartíman en 35% yfir sumartíman. Já, hingað norður. Það mun stærra hlutfall sem fer á Suðurlandið og í nágrenni Reykjavíkur. Þannig að verkefni okkar að fjölga ferðamönnum og fjölga gestakomum hingað yfir vetrartíman, alveg klárlega. Hvað segir formaður samgöngunefndar þetta? Eitthvað að fara að gerast í þeim efnum? Já, við erum að klára innviðafrumvarpið svokallaða út úr nefndinni minni, vonandi í næstu viku, sjáum hverju því framvindur, en við tökum þessi málefni reglulega upp og það ekki bara ferðaþjónustu aðilar hér á Norðurlandi sem að kalla eftir aukinni dreifingu ferðamanna. Við erum að tala að samtök félaga í ferðaþjónustu, fyrirtækja ferðaþjónustu kalla eftir þessari dreifingu, náttúruverndarsamtök kalla eftir þessari dreifingu til þess að vernda okkar fallegustu náttúruperlur. Þannig að þetta þjóðhagslegt spursmál
og við erum að reyna af bestu getu að reyna að tryggja þetta, bæði með því að styrkja millilandaflugið sem og að tryggja Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni vegna þess að skortur á uppbyggingu þar hamlar því að ferðamenn komast ekki bara hingað norður heldur líka austur og vestur, og ef við gætum loksins farið að sjá fram á það að Reykjavíkurflugvöllur yrði áfram í Vatnsmýrinni, þá held ég að það eitt og sér geti skipt ferðamennskunni hér á atvinnulífi gríðarlega miklu máli, svo ekki sé nú minnst á heilbrigðisþjónustuna og menntakerfið. Landið okkar að breytast og innanlandsflugið þjóðhagslega hagbært og við verðum að styrkja það og varðveita. Það stundum talað líka í sambandi við innanlandsflugið að það sé allt og dýrt að fljúga innanlands. Bitnar það sú staðreynd á ferðaþjónustunni yfir vetrartímann? Nei, ekki myndi ég segja það. Það er hægt að fá fargjöld í 7.000 krónur og upp í 20.000 krónur. Þannig að menn þurfa kannski verið allir skipulagðari. Við erum að horfa líka til Norðurlandana, samanburði þar á flugleiðum og verkefnum sýnir það að við erum alveg í samanburði við það. Þetta er oft kannski borið saman við ferðalög til útlanda þar sem mikil samkeppni ríkir á ákveðnum leiðum og hægt að kaupa mjög ódýr fargjöld. En við þurfum að reyna bara að setja þetta svolítið í samhengi. Tíma sem það tekur að keyra, bensíneyðslu, fyrirhöfnina og hætturnar á þjóðvegunum versus öryggi innanlandsflugi og tiltölulega hagkvæm verð ef maður er fyrirhyggjusamur. Á þessari ráðstefnu þá hefur líka verið talað töluvert almenningssamgöngur, strætókerfið. Eru ferðamenn erlendir, eru þeir að nota strætó? Ekki nægilega mikið og mér fannst ágætispunktur að það þarf að kynna þetta betur, gera þetta upplýsingarnar aðgengilegri og að þeir nýti sér þetta, en við séum ekki kannski skipuleggja almenningssamgöngur fyrir ferðamenn, heldur að þeir bara eins og maður gerir á ferðum sínum erlendis, að maður nýti þær ef þær eru nægilega góðar og hagstæður ferðamáti, þá óhjákvæmilega nota maður almenningssamgöngur líka og flugið náttúrulega almenningssamgöngur líka. Það nú varla hægt að tala við formann samgöngunefndar nema ég þarf bara að spyrja hvenær hefst millilandaflug til Akureyrar? Það hefst fyrr en seinna og áformin eru góð og ég hef trú á því að það geti vonandi hafist með vorinu, við skulum bara sjá hvað setur. En ég held að það skipti gríðarlega miklu máli að við lækkum fargjöld innanlands og þó að það sé auðvitað hægt að fá ódýr flugfargjöld einstaka sinnum, þá er meðal flugfargjaldið allt of dýrt, í kringum 15.000 krónur aðra ferðina. Og eins og Sigurður Björn kom inn á, þetta hluti af okkar almenningssamgöngum. Ríkið að setja 1 milljarð í almenningssamgöngur hringinn í kringu landi, reyndar fyrir 90% á höfuðborgarsvæði. Og ég hef sagt það að við eigum að niðurgreiða flugfargjöld þannig að fólk geti ferðast á ódýrari hátt á milli landshluta. Ég held að myndi líka hjálpa upp á ferðamannastrauminn og við eigum að tryggja með einum eða öðrum hætti að fólk sem þarf að nýta sér heilbrigðisþjónustuna geti gert það á sem hagkvæmasta máta. En ríkið leggur fjármuni í, segirðu, en ríkið leggur líka álögur á. Já, það var skipuð nefnd á vegum innanríkisráðherra til þess að fara yfir álögur ríkisins og það kom í ljós að í rauninni það mun minna en menn héldu. Það í rauninni ekki nema einhver 1600 kall af flugfargjaldi. En bara það, ef við myndum taka það, þá myndum við lækka flugfargjaldið kannski 10–15%. Ég held að muni. Og það til skoðunar, veit ég inn í ráðuneyti og við höfum rætt það inn í samgöngunefnd. Ég held að ég ganga lengra, ég held að ég skilgreina innanlandsflugið sem hluta af okkar almenningssamgöngum og við höfum að niðurgreiða það á sama hátt og við niðurgreiðum strætó á milli landshluta og innan höfuðborgarsvæðisins. Ég held að það sé framtíðin. Sigurður Björn, þeir gestir sem koma til þín, til dæmis á sumrin, þetta að stærstum hluta gestir sem koma þá kannski á bílaleigubílum og eru að nota samgöngukerfið eins og til dæmis vegina? Já, algjörlega, bílaleigubílum eða rútum, en í auknum mæli að ferðast á eigin vegum og nýta sér vegakerfið okkar og allt það sem það hefur og þau vandkvæði sem það býður upp á líka út af því að við erum kannski ekki með vegakerfið sem að gera ráð fyrir þessari gríðarlega miklu og auknu umferð síðastliðin ár.
Rétt bara svona ef þú opnar nú aðeins bókhaldið fyrir okkur, hvernig lítur næsta sumar út hjá ykkur á Icelandair Hótel Akureyri? Það lítur bara rosa vel út eins og sumrin eru. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af sumrinu frá maí fram í, eða vertíðinni frá maí fram í október. Það eru axlirnar og vetramánuðina sem við þurfum að einblína á, en sumrin eru bara uppselt.